Sko málið með þetta einmitt að Sanna fari í samflot með VG sem hún sagði líka sjálf að væri ekki treystandi áður fyrr að þú veist, þau eru ennþá að vinna í sinni málefnavinnu og þau munu þurfa að fórna beggja megin. Þannig það bara spurning hvað af hennar sósíalistu áherslum verða ekki lengur í þessum komandi borgarstjórnum. Þú veist, það algjör vítahringur af því að langflestir leigusamningar eru vísitölutryggðir. Þannig hækkun á húsnæðisverði, eða sérstaklega leiguverði, hækkar verðbólguna sem þá tengt við vísitölutrygginguna. Þannig það hækkar aftur, sem hækkar verðbólguna, sem hækkar. Þú veist, þetta algjörlega bundið samtvinnað saman og þetta rosalega stór þáttur í verðbólgunni. Mjög margt annað sveiflukennt en þess, þú veist, húsnæðisliðurinn hefur verið langstærsti drifkrafturinn bara í ótal mörg ár. Fyrir að taka mjög virkandi þátt, mjög fljótt. Í stjórnmálunum, við erum byrjuð. Við erum byrjuð, æði. Þú ert byrjuð í stjórnmálum. Ég það. Af hverju? Bara til þess að geta haft jákvæð áhrif á samfélagið. Það ekki ástæðan af hverju flestir ættu að fara í pólitík? Ég veit það ekki. Finnst þér að allir sem eru í pólitík hefðu átt að fara í pólitík? Nei, mér finnst að fólk ætti að fara í pólitík til þess að reyna að hafa jákvæðar breytingar. Já, ég Mér finnst ekki allir hafa gert það, en mér finnst að það ætti að vera markmið. Já, hvað hérna, ef við tökum bara svona pólitíska sýn. Já. Hver þín pólitíska sýn? Meinarðu bara eins og hugmyndafræði? Já, bara svona, hvað telurðu að stjórnmál ættu að gera fyrir fólk? Stjórnmál ættu að leggja bara góðan grunn að samfélaginu, ættu að tryggja að það sé bara jöfnuður og réttlæti í samfélaginu, að allir geti bara náð sínu besta fram í lífinu og mér finnst að kerfið ætti að vera að skapa lífvænlegt samfélag. En þú ert vinstri sinnuð? Ég það, ég sósíalisti. Þú ert sósíalisti? Ég sósíalisti. Hvað hérna, og þú heitir, þú fáið nú að kynna þig líka? Já, ég heiti Silja Sóley Birgisdóttir og ég oddviti Sósíalistaflokksins hérna í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Spennt fyrir þessu? Mjög. Hvað hérna, vinstrið, það erfitt að vera vinstri maður í dag. Við hægri menn erum að pakka eitthvað saman. Það er svo gaman að vera hægri maður í dag. Út af því að, mér finnst eins og ungt fólk sé að vera hægri sinnaðra, mér finnst eins og allir sé að vera hægri sinnaðri, það svona ákveðni leiðilegi snertifleitir við saman útlendingu umræðu sem að hefur að gera líka með svona ákveðna hægri sveflu. En vinstri menn, það var enginn sem komst inn á þing, eiginlega frá neinum frá vinstrinu. Nei. Hvað finnst þér um það? Ég held að hafi einmitt bara verið að miklu hluti til vegna bara vonbrigða við sérstaklega VG að koma ekki í raunverulegum vinstri sjónarmiðum á framfæri þegar þau höfðu tækifæri til og ég held að þú veist, þessi hægri bylgja sem við erum að sjá, við erum samt líka að sjá ef við horfum bara líka á bara alþjóðlega, það er samt líka vinstri sveifla, þetta er pink að fara frá miðjunni upp. Ég held að fólk sé þreytt á svona miðjumóðspælingum og fólk vilji raunverulega aðgerðir og það í raun og veru það sem að báðir angar aðeins frá miðjunni að bjóða á sekund hátt. Þannig ég held að fólk sé líka bara smá þreytt á svona miðjumóði og hlutinir að gera svo hægt og ég get alveg tekið undir að þú veist, vinstri hreyfingar upp á þessu hafa ekki verið nógu duglegir í að koma sínum sjónarmiðum nógu langt á framfæri og hafa pingu verið að gefa eftir á þeirra leikilmálum. En hvað ætlar að gera til þess að koma þessu sjónarmiðum? Þetta hefur náttúrulega verið svolítið sérstakur aðdragandi, þannig að sósíalistaflokkurinn klýfur sig svolítið í sundur frá hefðbundna sósíalistaflokka, það er að segja sósíalistaflokkurinn er klofinn þannig fyrir ekki svo löngu þegar hann er tekinn yfir eftir einhverjar svona svolítið skrýtnar Facebook-erjur á rauðaþræðinum þar sem einhvern veginn baráttan var háð og nú er sósíalistaflokkurinn kominn inn í vinstri, það er að segja gamli sósíalistaflokkurinn. Þeir eru að bjóða undir formerkjum. Ekki allir. Ég get alveg líka alveg útskýrt einmitt hvað gerðist að ég held að sé mjög margir sem að það var mjög ruglingslegt fyrir rosalega marga. Það var í raun og veru bara mikið umboð frá grasrótinni að fá ákveðnar breytingar fram inn í flokknum. Það var búið að vera að setja mestu fjármunina í bara samstöðuna og ekki að leggja áherslu á innra flokksstarf. Þannig þessar breytingar sem áttu sér stað og þessi alræmdi aðalfundur var í raun og veru bara umboð að vera með meira gegnsæi, meira lýðræðislega þátttöku og aðeins breytta stjórnarhætti. Þó aðalega bara að fólk var einmitt ósátt við, ég get alveg nefnt það, en þú veist, fólk var ósátt við hvernig Gunnar Smári var að stjórna þessu og síðan bara svona í kjölfarið var töluvert meiri klofningur en ég held að margir gerðu ráð fyrir, eins og þessum aðalfundi það sem að mjög margir vita ekki að það var fullt umboð að halda Sönnu ennþá með
hún var endurkjörin sem pólitísku leiðtogi en síðan bara eftir aðalfundin þá segir hún sér frá trúnaðarstarfum og vill ekki hafa samband við nýja forystu og að því að hún svona efins hvort hún vilja halda áfram og það eru engin samskipti þrátt fyrir vilja nýjar stjórnar í að vinna með henni og síðan hún núna þá hún og nokkrir aðrir að bjóða fram með VFG. Hvernig er tímalínan í þessu? Hvernig kemur þú inn í þetta? Ertu að taka þátt í svona þessum væringum sem eru að eiga þessa stað á þessum tíma? Ég raun og veru kem pingu bara út af þessum deilum. Ég hafði verið smá til hliðar og ég hafði alltaf bara verið fylgjandi Sósíalistaflokksins og ég hafði einmitt heyrt frá hinum ýmsu hlutum sem voru dálítið skrýtnir og að það væri smá svona eitruð stemming þarna inni, þannig ég var ekki mjög virk þá og það var í raun og veru bara af því að það kom tækifæri til þess að vera með nýjar áherslur sem ég kem smá inn. Mér langaði að hjálpa til við að byggja flokkin upp undir þessum nýju formerkjum og ég kem í raun og veru bara smá af því mér langaði að halda lífi í grunn hugmyndafræðina og stefnuna sem ennþá svo sama í Sósíalistaflokknum. Og hvað hérna? En ég var í raun og veru ekki beintengt við þessar Nei, ég hef líka rætt þetta, ég manna Gunnar Smári kallaði mennina hérna hýin og kvolpa og svo rætti þetta líka við Sæþór Benjamín. Já, rosaleg orðræða, já. Ég reyndar, ég pínu maður átaka, mér finnst alltaf gaman þegar það ákveðin svona átök, sérstaklega að fylgjast með að vera í. Bæði? Já, ég náttúrulega kennir hnefalega, þannig að það ákveðin svona snertifleitir sem að hafa að gera með átök sem að ég hef líka gaman af. En svo við færum okkar aðeins út úr þessum deilum og tölum bara það munin. Ég meina, Sanna Magdalena hefur rosalega mikið traust meðal almennings og langt út fyrir flokkslínu vinstri sinns sem það heitir í dag og út fyrir VFG. Hvað ætlaði að bjóða upp á sem að Sanna getur ekki bjóða upp á sem svona gamli sósíalistaflokkurinn? Hún kallar sig náttúrulega sósíalista, ég veit ekki hvort hún sé í hún var í sósíalistaflokknum samt ekki skráð út, ég næ því ekki alveg, en hvað ætlaði að bjóða sem að Sanna getur ekki bjóða upp á? Málið með þetta að Sanna fari í samflot með VFG sem hún sagði líka sjálfa væri ekki treystandi áður fyrr að þau eru ennþá að vinna í sinni málefnavinnu og þau munu þurfa að fórna beggja megin. Þannig það er bara spurning hvað af hennar sósíalistu áherslum verða ekki lengur í þessum komandi borgarstjórnarkosningum. Þannig að þetta verða ekki alvöru sósíalistar? Nei, af því þetta er líka bundið við VFG. Eru VFG ekki sósíalistar eða? Ég held að þau myndi aldrei skilgreina sig sem sósíalista. Einhverjir myndi nú gera það, held ég. Þeir eru svona umhverfisvænir sósíalistar, en það ekki? Ég er ekki til þess að svara fyrir eitthvað svona hugmyndafræði VFG. Já, góða. En ok, hverja verða þá megin áherslunar? Megin áherslunar verða aðalega í húsnæðismálum og síðan er líka bara svona rauður þráður þvert í gegnum alla helstu málaflokka, samgöngumálin, líka hluti til í skólamálunum, sérstaklega húsnæðismálunum er bara útvistunarstefna að fá þjónustuna aftur til borgarinnar eins og hún var áður. Þannig að taka yfir fleiri málaflokka? Svona til sín aftur það? Já. Hvað langar okkur að gera í húsnæðismálum? Okkur langar að setja fót byggingafélag Reykjavíkur. Við viljum koma inn á markaðinn til þess að koma ákveðnum jafnvægi á hann. Við viljum að það sé verið að byggja fleiri íbúðir án þessar hagnaðarkröfu. Við viljum að það sé meira framboð af óhagnadrifnum íbúðum og við viljum líka að það sé hægt að selja íbúðir kostnaðarverði til þess að koma smá jafnvægi á húsnæðismarkaðinn. Hver á að borga fyrir þetta húsnæði? Fólki sem kaupir húsnæðið og leigir í húsnæðinu. Bara það, þannig að það er engin aðkoma skattgreiðenda í því að búa til þetta byggingafélag Reykjavíkur? Það verður náttúrulega hluta til að byrja með eins og með hvaðana fyrirtæki að það þarf að vera stofn fjárframlög frá ríkinu og... Getur líka fengið í banka, getur fengið lán. Já, en þetta er verkefni sem mun borga sér sjálft til lengri tíma og við sjáum það líka bara eins og Bjarg sem er einmitt að byggja á þessum ógnadrifnum forsendum. Þau eru strax byrjuð að skila hagnaði. Já, okkur eru að skila hagnaði. Já, en þeir eru náttúrulega, Bjarg fær náttúrulega sér lausnir frá ýmsum stofnunum annað. Þeir myndu þá að gera kröfu það að lánastofnunum væri líka að veita ykkur slík lán. Já, þau fá líka, með minnir að fá líka frá ríkinu og þau fá líka bara ódýrari lóðir frá Reykjavíkurborg. Borgin á lóðurnar, þannig við myndum spara þar líka. Ok, en það skakkar myndu þá fá endurgreitt ef þeir myndu leggja eitthvað í þetta?
Þetta myndi alltaf vera undir formerkjum þess að skattgreiðendur koma ekki nálægt í að fjármagna þetta með neinum hætti. Hvað meinarðu með endurgreitt? Út af því ef þú varst að segja að þyrfti að vera stofnframlög af hálfu þeirra sem að borga skatta, Já. Þeir myndu þá fá það endurgreitt. Þetta náttúrulega bara skattfé almennings fer í sameiginlegan sjóð sem fer í hinn ýmsu verkefni, þannig að peningurinn mun verða endurfjárstuttur í kerfinu. Já, en út af því að þú sagðir að þetta myndi ekki kosta neitt. Hvað myndi... Ég sagði ekki að þetta myndi ekki kosta neitt. Ég sagði að þetta myndi borga sig til lengri tíma. En þú myndi segja að þeir sem að kaupa húsnæði og njóta gæðana, þeir myndu borga fyrir húsnæði, en þeir eru ekki hagnaðarkrafa. Já. Hvenær myndu þá þeir sem að leggja fram peningin í þessi stofnframlög fá peningin sinn aftur? Þetta myndi bara fara aftur inn í sameiginlega sjóðinn og er þið endurfjárfest alveg eins og skattpeningurinn fór nú þegar í sameiginlega sjóðinn. Þannig að skattgreiðendur myndu koma til með að greiða þetta að einhverju leyti. Að hluta til vegna sameiginlega sjóðsins, en það verður endurfjárfest, þannig sá peningur fer aftur í pottin. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, en þeir sem eru að borga, sem eru skattgreiðendur, eru ekki að fara að njóta þess að fá það húsnæði sem að fyrir hendi er út af því að þetta eru takmörkuð gæði. Það er ekki takmörkuð gæði. Húsnæði er takmörkuð gæði. Já, ég ætla að takmörkuð gæði á húsnæðinu. Já, húsnæði er bara, þú veist, ef ég og þú kaupum húsnæði, þá er það takmörkuð gæði út af því að það er ekki allir sem að fá að nota það, þetta er mitt og þitt heimili. Þannig ég er að velta fyrir mér. Já, þú meina þannig. Já, en ég er að spá sko út af því að það þarf einhver að byggja þetta. Já. Sem eru þá einkaaðilar, sem eru þá ráðnir inn á borginni, það ekki? Myndi ekki að einhver hlutu til myndi þurfa verktakar alla til þess að byrja með að meðan þetta var að byggjast upp, já. En hver annar en verktaki á að byggja þetta húsnæði? Það eru verktaka fyrst, já. En það eru rekstraraðilar sem væru frá borginni. Borgin væri að sjá reksturinn bara líkt og hjá öðrum byggingafyrirtækjum. Okay. En þau myndi alltaf fá einkaaðila sem eru með hagnaðarkröfu til þess að byggja húsnæði? Það væri alltaf hægt að semja ákveð fyrirkomulag þar sko. En þú veist, en ég er ekki að fara að tala nákvæmari útlistum hér. Jó, það myndir alltaf þurfa að fara í gegnum þegar þetta er komið í ferli. Sko, ég er nefnilega út af því að... En ef þú ert að pæla með peningin, þá er þetta bara... Þú talar að skattgreiðandinn sjálfur fái tilbaka. Ef ég... Þú sagðir að þeir sem að borga fyrir þetta eru þeir sem að kaupa húsnæði. Já, en kostnaðurinn, segjum maður svo íbúðin er... Ég veit ekki, selda kostar 50 milljónir að byggja og þá selda örlítið meira bara til þess að vera með bara sjálfbæran rekstur til þess að geta byggt meira og það er borga fyrir þann pening, þannig að þetta núllast út þannig að þegar þetta er komið í að vera að borga sig þá er þetta búið að jafnast út í sameiginlega sjóðunum þannig það er ekki alveg rétt að vera að segja að skattgreiðandinn er einn og sér að borga fyrir húsnæði sem hann er ekki verið að nota þetta er núllast út. Nei, út af því að já, ef að það er gerð minni krafa skattgreiðslu síðan mér út af því að það sem ég er að velta fyrir mér Við erum ekki að tala um að auka byrði á skattgreiðendur og auka byrði á bara almennt launafólk. Nei, akkurat, þannig að þetta er ekki félagslegt húsnæði út af því að það myndi þá ekki út af félagslegt húsnæði er niðurgreitt í eðli sínu þið eruð ekki að tala um það Hluti til myndi alltaf fara í félagslegt húsnæði Þannig að skattgreiðendur eru að fara að greiða eitthvað Hvað meinar þið? Skattgreiðendur eru þá að fara að borga fyrir þetta húsnæði. Sko, ekki meira umfram það sem þeir eru að gera nú þegar? Ég trúna mér þess að mikið og alltaf þegar ég seti nokkra fyrirlestra þar sem að einhver forsvarsmaður Bjarg kemur inn og segir hvað þetta er gott og æðislegt og fleira. Svo náttúrulega skila þeir stórkostlegum hagnaði og eru með einhverja milljarða sem þeir veit ekki alveg hvað að gera við þeir eru að endurfjárfesta í að auka byggingu hvart yfir því að hafa ekki lóðir en þú segir að Reykjavíkurborg ætla að koma til móts með þess aðila með lóðum þeir gera það nú þegar en hagnaðarkrafan er samt þannig að þeir eru með milljandi hagnað úr þessu og það sem að fólk er þá að spyrja sig er sko að núna þegar að
sér úrræði fyrir sér lán, sér tekjutíundir, sér lóðir, sér úrræði bara á alla vegu, að þá velti fólk fyrir sér býtu af hverju þessi takmörku gæði fyrir hendi fyrir ákveðna hópa, út af því að núna fólk að keppast við það að reyna að koma sér inn á húsnæðismarkaðinn, það að verða sífellt erfiðara og í ofanalag sér útbúnar íbúðir fyrir sér hópa sem að þú fellir þá ekki undir út af því að þú ert búin að vera að reyna að safna pening fyrir húsnæði og þá of tekjuhár til þess að geta fallist undir þetta og fær þá heldur ekki hlutdeildarlán fyrir þessum íbúðum sem enda að seljast ekki út af því að byggingaverktakinn fengi ekki aðkomu fyrir því að vera að koma að því að byggja þetta húsnæði og þetta húsnæði bara of stórar íbúðir og þar leðandi of dýrar. Þannig að þessi óhagnaðardrifna hugsun einhvern að skapa það að lagerinn orðin svo stór að það eru 6.000 íbúður óseldar. Það mun koma til með að valda ákveðnum usla á fasteignamarkaðinn, en í ofanalag fólk út af þessum óhagnaðardrifnu sjónarmiðum fólk sem að kemst ekki inn á húsnæðismarkað þrátt fyrir það að vera að reyna að koma sér inn á hann með því að reyna að safna sér pening. Þannig að þetta líka alltaf ósjálfbært kerfi fyrir svo stóran hóp. Þetta það nefnilega ekki, af því að þegar við erum með hærra hlutfall, líka bara félagslegt húsnæði, það þarf ekki alltaf að vera í tapi. Ég meina í Danmörku sjáum við 20% félagslegt húsnæði, í Hollandi sjáum við 30% félagslegt húsnæði, tala ekki Vín sem með 60%. Félagslegt húsnæði taprekstur í eðli sínu? Ekki endilega, af því þetta dreifist líka félagslegt húsnæði, alltaf eins og staðan núna á Íslandi, af því við erum aðeins með 34% félagslegt húsnæði, að þá þetta líka bara fyrir þá allra viðkomustu hópana sem hefur líka leitt til þess að það sé svona ákveðið stigma gagnvart einmitt félagslegt húsnæði. En félagslegt húsnæði líka bara þegar við vorum með verkamannabústaðakerfið, það líka bara fyrir fjölskyldur til þess að geta einmitt verið að safna sér upp í til þess að eignast setna meir og það að við séum með meira hlutfall af leigumarkaðinum, óhagnadreifnum og að ná leiguverði almennt síðan niður, það skila sér líka til hinna. Ég meina húsnæðisverð stærsti þátturinn í verðbólgunni sem miðast mest af bara markaðsverði á leigumarkaði. Þannig ef að leiguverð almennt aðeins lægra, heilt á litið, þá skila sér líka til verðbólgunar og þá þarf ekki að vera með þessar stýrivaxtahækkanir sem Seðlabankinn leggur á til þess að koma til móts með verðbólguna, sem helst að bitna einmitt á fólki sem nýbúið að taka húsnæðislán og þá þetta bitnar helst á þeim, helst á unga fólkinu, helst á fyrstu kaupendum. En félagslega úrræði náttúrulega samt í eðlisinu taprekstur. Ég meina ég mun að vinna með fötluðum í 16 ár, ég ger mig grein fyrir því að þeir eru ekki að borga úr eigin vasa fyrir þá húsnæði sem að þeir eru í. Þannig að þetta taprekstur varðar fjármálin. Það alveg hægt að fara í alls konar hugleiðingar og hugmyndafræðilega annmarka það hvar línan að vera það hvað viðkvæma hópar fá hvaða húsnæði hvenær og hvers vegna. En hins vegar þá þetta náttúrulega tapaður peningur sem að skattgreiðendur þurfa að standa skil á. Og við erum náttúrulega búin við í þannig samfélagi, við erum með velferðar net sem að grípur allra viðkvæmustu hópana. Hins vegar mjög sérkennilegt í dag hversu ofarlega við setjum þann þröskuld það neðarlega afsakið. Við setjum þann þröskuld það hvenær þú ert komin í hóp þessara viðkvæma hópa. Og það sem að fólk... Það líka bundið það bara við hversu lítið frambóð við erum með í raun og veru af félagslegt húsnæði. Ef að hærra hlutfall af markaðinum félagslegt húsnæði, þá þarf þröskuldurinn ekki að vera svona svakalega lágur. Nei, þá ertu náttúrulega bara að hækka fasteignaverð hjá öðrum. Út af því að við setjum meira, ef við segjum svo að við myndum taka 30% af öllu húsnæði og setja henni í félagslega kerfið, að þá eru náttúrulega aðrir sem eru að keppast færri eignir og þar af leiðandi myndi að hækka verðmiðan á þeim eignum. Út af því að það búið að taka meira húsnæði út fyrir sviga og þar af leiðandi verið ennþá erfiðara að komast inn á húsnæðismarkað fyrir fólk á þínum aldri. Nei, það bara ekki rétt. Út af því að þú ert með takmarka gæði, ef við erum með 6.000 eignir og við segjum að 50% fari í félagslegt húsnæði. En auðvitað þarf að koma til móts við allra viðkvæmustu hópana, en ef að húsnæði í hærra hlutfalli félagslegt líka bara einmitt óhagnadrifið, að það þýðir ekki að allir þeir sem eru. En félagslegt húsnæði taprekstur, þú ert bókstaflega að segja við fólk... Félagsbústaðir skiluðu hagnaði á síðasta ári. Já, það endar sér kapital út af fyrir sig hvernig þeir eru að haga sínum málum. Enda eru þeir að fara fram á meiri fjárframlög frá hálfu ríkisins en í ofanalag eru þeir að skila hagnaði, þannig að skilur enginn hvernig það virkar. Já, má alveg fyrir ekki það líka bara fullt af rekstri borgarinnar einmitt. Þú veist, við erum líka bara að leggja hann pening til þess að skapa betra samfélag heilt og litið. Það að færri séu meðan framfærsluáætla, ég meina það eru 30% Íslendingar sem búa núna við skort og það koma betur til móts við það. Skort á hverju?
bara skort, bara búa við þarna óöruggar aðstæður á húsnæðismarkaði og bara hafa ekki nóg milli handana til þess að ná endum saman. En hvenær hvar í heiminum sá veruleiki að fólk búi ekki við einhvern skort? Erum við ekki alltaf að stefna á því að fleiri búi ekki við skort? Er það ekki loka En hvað þýðir það að búa ekki við skort? Ég meina, flestir eru með iPhone. Sólveig Anna hefur talað um það réttilega að 70% af fólki búi við mjög góðan veruleika. Ef við hins vegar tökum 30% ekki. Og ef við tökum þessi 30% og miðum þau við lífsgæði allstaðar annarstaðar í heiminum, að þá myndum við ekki segja að fólk lifi við skort. Það hvernig lægstu 2 tekjutíundinar lifa hér á Íslandi ekki það sem að myndi vera metið sem skortur á Indlandi. Þannig að það sem við erum líka að tala um skortur. En hvað skortur? Skortur á hverju og hvað þýðir það að búa við skort? Það er fullt af fólki sem að býr við það að þurfa að fórna að kaupa mat og það eru börn sem búi í fátækt sem að fá ekki alltaf að borða. Þetta er alveg raunveruleiki í Íslandi. Ég get alveg viðurkennt að við höfum það betur en margar aðrar þjóðir. Það þýðir samt ekki að við getum ekki stemt lengra og að jafna út þetta. Það er markmið að sem fæstir búi við skort og helst enginn búi við skort. Hversu jöfn eigum við að vera? Skilgrundu hvað þú telur með jöfn? Bara að við erum með nákvæmlega jafn mikið að tekjum, nákvæmlega með jafn mikið að fermetrum, með nákvæmlega jafn mikið að mat. En hvað erum við þá, hvað myndir þú segja að vera jöfnuður? Jöfnuður myndi vera bara að það sé raunverulega jöfn tækifæri og mér finnst það Hvað þýðir að sé raunverulega jöfn tækifæri? Hvað meinar þú? Ég meina ef að ég segjum svo að ég fari ekki í sálfræði og ég bara með tærnar upp í loftið, drekk 2 lítra af gosi á dag, nenni ekki vinnuna, spila tölvuleiki, öskra á mömmu mína sem ég samt bý með út af því að ég nenni ekki að vera að safna mig fyrir nenni íbúð eða neitt og ég orðinn fertugur, ég reyki pakka á dag, tek kókaín helgar. Á ég að hafa mjög óheilbrigður lífstíll. Já, en á ég að hafa jöfn tækifæri á við þig sem að nenni til þess að standa skil á því að klára BS í sálfræði. Mér finnst alveg ef að þú myndir vilja Við eigum ekki að vera jöfn, skilur við. Þú ert alveg sammála því. Við erum að tala um jöfn tækifæri. Ef þú vilt snúa við þínu lífi og vilt fara að mennta þig, þá á það að vera aðgengilegt. En við þurfum að gera þá kröfu áður en að manneskja fyrir að væla yfir því að fá ekki húsnæði. Húsnæði er alltaf fyrsti liðurinn. Leið og fólk líka býr við bara framfærslu ótta. Ég held að segja líka bara það er smá djöflavæðing að segja allir sem búi við skort sé eitthvað bara svona út af eigin lífsákvörðunum. Nei, ég er ekki að segja það. En sú manneskja... En þú ert pink að mála upp þá mynd. Nei, ég er að segja... Jú, smá. Þú ert það. Okay. Með því að tengja þessa umræðu inn í þessa lýsingu. Þessi manneskja á ekki að búa við jöfn tækifæri á við þann sem að vill sína dugnað og elju. Erum við ekki sammála það? Tækifæri er bundin við það sem þú vilt ná fram í lífinu. Þannig tækifæri er líka bundin við það að vilja koma fram fyrir þig. Þannig við erum að tala um jöfn tækifæri, ekki jöfnuð. Jöfnuður er bundin við jöfn tækifæri. Fólk á líka að geta fengið ákveðið start. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Það er líka bara að liggja fyrir að fólk sem er með sterkt bakland, það hefur fleiri tækifæri, það hefur kost á því að stunda menntun án þess að vera að vinna á meðan og leggja bara sig allan í að mennta sig vel og fá góðar einkunnir og bara reyna að standa sig vel þar. Fólk sem hefur ekki það bakland getur það til dæmis ekki. Þau fórna oft menntun, jafnvel þeir sem fara í menntun þurfa að vera að vinna mikið með. En við fórnum öll einhverju, það að við séum hérna að tala saman núna er fórnarkostnaður þess, og fórnarkostnaður þess eru allar aðrar ákvarðanir sem við getum tekið. Þannig að sjálfsögðu út af því
Það er alltaf Já, en svona fórnarkostnaður er líka misstór, skilur þið. Fórnarkostnaður er líka misstór. Ég myndi ekki leggja, bera saman fórnarkostnaður sem við erum að leggja með því að mæta hér í dag og það að geta syndið ef fólk vil mennta sér nógu vel. En af hverju dramatiseriði þið alltaf eitthvað fórnarmenntun og maður eitthvað ég fórnaði því að fara Það er fullt af fólki sem að getur ekki eða hefur ekki tækifæri til þess að mennta sig af því þau eru bara í þannig fjárhagslegu stöðu að þau þurfa að byrja að vinna strax sem hefur áhrif á það að geta fengið betri tekjur seinna. Ég er ekki að segja að það séu allir sem ættu að vera nákvæmlega sem í launum, alls ekki. Ég er að segja bara að allir ættu að geta búið við mannsæmandi laun og bara vera með mannsæmandi líf og að hafa tækifæri til þess að geta skara fram úr. En hvernig skapar það saman? Hversu mikið inngrip? Því að sósíalistar þeim í nöp við það að tala inngrip en þeir eru að segja að þú viljir í rauninni hnika til svona samfélagslegu svona dials og í sletti þá eru þið alltaf að tala um Góð sletta. Já, þá eru þið alltaf að reyna að segja ég ætla að taka mikið ægivald til þess að geta hnikað til samfélaginu þannig að við búum við raunverulegan jöfnuð eða raunverulega jöfn tækifæri. Ég meina það er fullt ef við horfum bara á hvað hefur virkað líka bara erlendis, það að leggja góðan grunn skapar Hvað er að leggja góðan grunn? Hvað þýðir þetta? Ótrúlega gott dæmi er Housing First sem ég veit að Ragnar Þór er að fara að leggja af varðandi heimilsett fólk að það að fólk sé með öruggt húsnæði og sé til dæmis ekki að gista úti og hefur aðgang að sturtu og getur bara búið við ákveðna reisn er miklu líklegra að fólk nái bata þá. Þetta er líka grundvöldurinn að því að Nú erum talað um það sem nota eiturlyf. Bæði og. Já. En það er miklu meiri hvati til þess að ná bata þegar að þú býrð við ákveðu öryggi með ef þú gerir það ekki. Já. Það líka bara hefur sýnt sig að þegar að þessi grunnnauðsyn er mætt að þá eru fleiri sem ná bata og þá eru fleiri sem ná að komast bara, já, Þannig að sósíalistar ná að hóta sér í samfélaginu. Alltaf sjá til þess að það sé byggt húsnæði fyrir einhverja en svo ætlaði að láta fólki í friði. Þannig að við erum komin í svona fyrir utan húsnæðismálin. Húsnæðismálin náttúrulega fyrst og fremst. Ok, og svo ætlaði að láta okkur í friði. Hvað meinarðu með að láta ykkur í friði? Hvað meinarðu með að láta ykkur í friði? Ég er náttúrulega svo mikið frjálshyggjumaður. Ég vil bara vera látin í friði. Ég tel bara að skynsamlegustu ákvarðanir hvers og eins. Ertu að meina bara ákveða hvað mennt þú vilt fara við, hvað þú vilt vinna? Já, ég meina út af því að þau eru að tala um svona stór inngrip. Þá er svo erfitt að fá upp úr ykkur nákvæmlega hvar dragi línuna þar hvar þið sjáu þið fyrir ykkur að skattprósentan til þeim segja að vera. Já. Og ég er alltaf að velta þessu fyrir mér. Út af því að núna náttúrulega, og ég veit að þú ert sammála mér, Ok, þú er bara ákveða fyrir mér, ég er bara áður og segir hvað það er að segja. Ég veit að þú ert ekki sammála þessu. En þú ert sammála með þessu að til dæmis eins og... Það er ákveðin taktík að segja að þú ert sammála fyrirfram. Þetta er náttúrulega til að setja upp brandara, en núna ert þú náttúrulega búin að stúta honum. En eins og með kulnun, skilurðu, við getum ekkert haft einhverja hundruðir ef ekki 1000 starfsmenn sem eru í einhverjum kulnunafríum hálft árið á tenni upp á skrifuðum einhverjum sólarlandaferðum frá læknum sem náttúrulega heitir bótasvik annar staðar en ok, við tökum það út fyrir sviga og eitthvað fólk sem hefur bara rosalega mikið svigurum, styttingu vinnuvikunar og allt þar fram eftir götunum á meðan aðrir fá ekki neitt slíkt en þurfa að borga ofan í þessa eyðslusekki. Við erum sammála því að það þurfum við náttúrulega bara að taka mjög hart að þessum málum og þá myndum við rétta af rekstur borgarinnar, er það ekki? Sko, ef við ætlum að tala um kulnun, það er fullt af fólki sem hefur bara gildra ástæð til þess að fara í kulnun. Mjög fáir. Það er fullt af fólki sem raunverulega upplifar. 3% samkvæmt tölum virk eru raunverulegri kulnun sem að fara í kulnunafrí. Ég þarf að kíkja á þá tölu. Mér finnst það mjög Það er rétt sko, ég get bara flettur þessu upp fyrir þig. Flettur þessu upp fyrir mig. Heyrðu, En besta leiðin halda áfram að tala. Ég ætla að halda áfram að tala með hann. En bara besta leiðin til að sporta gegn kulnun er bara að leggja áherslu á eflandi starfsumhverfi og að fólk finni líka bara fyrir hvata að standa sig vel í vinnunni, að það sé góður andi og fólk sé að hafa jákvæð áhrif í sínu starfi. Hérna er þetta, 6% eitt beiðna til virku uppfylla kröfur HÚ, þetta á 2020, núna er þetta komin inn í 3,4%. Þannig að það er engin ný kulnun sem að segjast fyrir kulnun. Þá þarf bara miklu meira að kanna af hverju þetta er að gerast. Út af þetta er boði.
fólk, þú sammála mér í Nei. því að fólk orðið, sérstaklega reynda þín kynslóð, orðnir bölvaðir letihaugar, að það er alltaf að Ég kvati ætla við á, ekki að taka undir á þetta. sko 12 tíma á dag á einhverjum sko lengur TikTok myndband á milli þess sem það vælir yfir því hvað hérna samfélagið sé Við getum alveg farið í umræðu þú veist, það eru fullt ástæðum af hverju svona hluti gerast og það eru miklu stærri samfélagslegir, eins og einmitt vondar ákvarðanir. ekki alltaf og líka bara að þú veist, samfélagið er byggur svona stilt upp þannig, þú veist, við erum líka bara að sjá meiri einangrun í samfélaginu, við erum einmitt að sjá aukna notkun samfélagsmiðla, fólk er byggu að einangrast og það er ekki virst bara svona félagslega og við myndum vilja sjá, þú veist, það er fullt ástæðum af hverju fólk, þú veist, líka það að fara í kulnun er líka, þú veist, að fólk svona dregur sér bara smá inn og það eru aðra aðgerðir heldur en að vera bara að hamra á og fólk sé eitthvað misnóða kerfið þú veist, að leggja áherslu á bara fyrirbyggjandi aðgerðir og leggja áherslu á að skapa jákvætt samfélag og jákvætt starfsumhverfi mun líka hafa áhrif á þetta þannig að þetta er líka alltaf spurning skilur hvað er jákvætt samfélag? Þú hendur alltaf í einhver svona hugtök og sem ég veit ekki alveg hvað þýða hvað er jákvætt samfélag? Hvar myndir þú segja heiminum sé jákvætt samfélag? Hvar í heiminum? Já. Ég meina við erum jú vissulega þarna uppi líka með Finnlandi en ég held að sé erum líka við bara í jákvæðu samfélagi? Eða þú talar um að þið langar að berjast fyrir jákvæðu samfélagi? Ok, jákvætt og heilbrigt kannski er jákvæðara er réttara. Já, en hvað þýðir að vera með jákvætt samfélag? Jákvætt samfélag er bara samfélag sem styður bara við fólk í að ná sínu besta fram. Þetta er samfélag þar sem það eru rík félagstengsl og börnum líður vel og fólk fær tækifæri til þess að gera það sem það vill líka. Ég veit ekki, þetta er bara að það sé aðeins meiri félagslega tenging finnst mér. Mér finnst það að vera einhver rof sem að er í samfélaginu núna. Fólk er mjög einangráð bara algjörlega í sínu og bara vinna heima, fjölskylda, það er miklu minna af svona félagslegum tengslum með okkur áður. Man getur líka bara séð þetta bara á svona félagsamtökum, þú veist, áður fyrir voru miklu virkari þarna svona félag. Það er sammála þar. Já. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir þig í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Það er eitthvað sem er mjög ábótavant sko. Ég náttúrulega, sko, ég brýni mjög mikið. Já, við erum miklu meira sammála. Hérna, ég brýni rosalega mikið, ég er að kenna úlingum box og ég er alltaf að brýna fyrir þeim að þau verða heimskari og fátækari og ömulegri ef þau eru mikið í símanum, sem er náttúrulega rétt út af því að fólk sem er mikið í símanum mun ekki koma til með að nýtast neinum í neinu, varðar þeirra framtíð, þannig að það er mjög gott ef að fólk leggur mikið frá sér síman og hérna, þú ert sammála með það náttúrulega. Það er mjög jákvætt að vera í minni skjónotkun sko. Það verður bara svo ógeðslega heimskur. Já, þú veist, ég reyni að hafa það bara venju að eftir kvöldmat er síminn bara frá sko. Já, hvað ertu mikið í skjátíma? Ég veit það ekki, örugglega miklu meira núna því ég er í kosningaframboði en já. Ég var, þú veist, fyrir þetta þá var ég búin að losa mig við flesta samfélagsmiðla á símanum mínum. Ég var með það þannig að ég með iPad sem ég fekk þegar ég var í námi. Ég var með þetta bara þar ef ég þurfti að kíkja en ég var ekki með þetta á mér alltaf. Hvað ertu gömul? Þú náður ekkert að verða svona iPad kid nema kannski á úlingsárum. Nei, ég náði ekki að vera iPad kid, ég er 25 ára en ég er samt fyrsta kynslóðin sem er með þessa bylgju á samfélagsmiðlum, þú veist, þegar ég er úlingur, þú veist, þegar ég var 14 ára þá er einmitt Tumblr, Instagram, já, þú veist, og það sést líka bara á minni kynslóð, þá kemur bara spike í bara þunglindi og kvíða. Já, kannski er lausnin að birta fleiri kroppamyndir. Kroppamyndir? Þá kannski myndi þetta koma til með að hérna lagast. Ég held að sem er þessu öfugt, ég held að þessi stöðu í samanbörðu sé líka að hafa rosalega neikvæð áhrif á samfélagið. Mér finnst það líka alltaf að vera djarfara og djarfara. Já, sérstaklega stelpum sko. Líka strákum. Já, ok. Eru strákar mikið að birta kroppamyndir? Ertu að meina bara af líkaminu sínu? Já. Já, það er líkaminn. Sko, já, ég meina við erum að sjá rosalega mikla aukningu í útlitsstýrkun stráka með öll þessu looksmaxing og
peptíðum og þessum furðulegu trendum. Þú veist, við erum að sjá, þetta hefur alltaf verið hjá stelpum, það er alltaf verið sér svakalega útlitsstyrkun og mikill samanburður, en við erum alveg að sjá að þetta er að aukast meðal stráka líka. Hvað finnst þér það reyndar? Ég reyndar hef verið að segja sko... bara svo, síðan þurfum við aftur að snóka á borgarmálum. Já, við förum í borgarmálum. En ég hef áhuga á þessu líka. Við höfum nógan tíma. Ég hef nefnilega sko, fyrir svona niður í bæ, þar labba ég og þar sko, maður tekur eftir því að fyrir sko neðan Lækjartorg, að þá er fólk sem er ekki að sko, það er það fólk sem er raunverulega að hugsa sjálft sig. Og maður sér meira botox í vörum og meira botox svona á ýmsum stöðum. Svo fer maður ofar og fer alveg svona að dillon og svona. Og þá sér maður miklu minna af botox og ég hugsa sko, maður sér til dæmis einhverja fallega stelpur eða einhverja svona skemmtilega stráka og ég horfi á það og ég hugsa, þetta er svo sorglegt. Gæti orðið svo miklu fallegri ef þau myndi fara í smá lítaaðgerðir. Svona fólki kringu tvítugt sem að myndi þá að vera miklu... Þú vilt að fólk sé að fara í frekari lítaaðgerðir. Það er þín stefna, að það sé allir fara í lítaaðgerðir. Já, og líka bara hræðileg stefna. Og þegar ég sé fólk sem hefur farið í lítaaðgerð þá segir ég alltaf, já, þetta var góð hugmynd. Sér það við alla, alltaf, þú bara sér fólk út á götu og giskar. Og stelpur sem eru nýbúnar og setja í varirnar eða eitthvað þannig, ég bara, já, þetta var mjög skynsamlegt hjá þér. Ertu ekki sammála því? Mjög óþægilega gaur sem var að koma upp að stelpum út á götu að segja það sem er flotta botoxvari. Mér finnst þetta bila og ég líka sko, þetta er líka í sambandi við þegar ég er að tala við fólk barneignir og ég veit ekki af hverju en það er orðið svona trendi hjá ungu fólki í dag, ég hitti fólk daginn og það er svona, þá er þetta orðið svona eitthvað punk að eignast ekki börn og það er svona að segja, þú veist, og vissi að ég var að svona stundum að tala barneignir og eitthvað þannig og ég er alltaf að reyna að peppa ungt fólk til þess að eiga börn til þess að viðhalda mannstofnunum. Já, bara auka við það að við eignast börn. Ég held að sé algjörlega líka bara bundið mitt við, þú veist, það fjárhagslega ástand sem við erum með núna og þá krísu sem er á húsnæðismarkaðnum núna og ég finn líka fyrir því að því, þú veist, ég til dæmis sjálf, þú veist, hef alltaf viljað börn en ég er mjög meðvitað að bíða, þú veist, ég vil vera komin með öruggt húsnæði, helst búin að eignast og ég vil vera líka komin í, þú veist, ágæta vinnu eða, þú veist, ég hef alltaf hugsað þetta, ég vil vera komin á ákveðin stað fjárhagslega til þess að geta, þú veist, raunverulega staðið mig sem foreldri. Þetta er bara dellu kröfur. Nei, af því þetta er líka bundið bara við þarna, þú veist, fæðingarorlof er rosa lágt og það er mjög dýrt að eiga barn. Það er ekkert svo dýrt, þetta er ekkert mál. Þetta er bara þið eru öll orðnir af einhverju kvíðasjúklingar sko. Við þurfum náttúrulega bara að takast á við þann veruleika að fólk í flestu tilfellum eignaðist bara barn þegar það var í skóla og þessar svona stanslausu kröfur einmitt það að fólk þurfa að vera komin á ákveðin stað til að eignast börn og eitthvað þannig, það bara hefur aldrei verið fyrir hendi og svo tölum við húsnæði og fleira, þá erum við náttúrulega bara að móka inn útlendingum til þess að byggja þetta húsnæði fyrir okkur út af því að við erum í kulnun eða styttingu vinnuvikunar eða á tenni í einhverju uppáskrifuðu leyfi. Það er aðalega því að vinnuaflið er dýrara. Vinnuaflið er dýrara, en af hverju er vinnuaflið dýrara? Það er þetta að við kunnum ekki neitt lengur. Við kunnum ekki að byggja þetta húsnæði. Það er ekki ástæðan af hverju þetta er dýrara. Það er allt of fáir Íslendingar sem kunna að búa til húsnæði og ég þar með tala reyndar. Ég reyndar kann heldur ekki að byggja húsnæði. Nei, en þá getum við ekki verið að væla yfir því að við eigum ekki húsnæði. Við getum ekki verið að væla yfir verðmiðanum að það heldur. Þetta er samt fyrst og fremst af því að vinnuaflið er ódýrara, aðflutt vinnuafl er ódýrara og það hefur verið bara ákveðin stefna að fá aukið magn af aðfluttu vinnuafli til þess að byggja þessu hús. Við vorum með sterkt kerfi og mér finnst algjörlega vægt að styðja við að vera með þá innviði að við getum byggt bara sjálf og það sé bara ríkar áherslur. Mér finnst mjög gott, það er ekki aukin aðsókn í tækniskólan. Jú. Þetta er að byrja, skilurðu. Já. Og algjörlega líka að, þú veist, talandi um einmitt aðflutt vinnuafl og að það sé ekki nógu mikil, þú veist, gæðastjórnun er að, þú veist, það er algjörlega hluta til af því við erum ekki með einmitt fólk sem þekkir íslenskt veðurfar og þekkir bara íslenska landslægið sem eru að stýra og passa upp á gæðin er að við höfum lent oft í því að það eru einmitt þarna erlendir sem eru að sinna þessu og er að gera hluti sem virkar í þeirra löndum en virkar ekki á Íslandi. Svo ég held að það hafi verið í Kársnesskóla þar sem að það var eitthvað svona hvernig þau notuðu viðin virkaði í Ítalíu því það voru ítalskir verkamenn en virkaði ekki fyrir íslensk veðurfar þannig að það bara miklaði en þú veist auðvitað er það vandamál en þetta er líka af því það er ódýrara. Já, þetta er líka mér finnst það þarf alveg að laga þetta og þetta er eitthvað sem er einmitt hægt að gera með því að vera með aðeins meiri miðstýringu þar líka sko.
Ég er ekki samlega með mistingur en mér finnst það samt áhuga því vera góða punktur út af því að allir tala það, ég menna núna var Brákaborg stórt mál þar sem þeir voru að eyða 3 milljörðum í einhverja dellu. Já, algjört slys en þeir voru náttúrulega bara að reka eftir því að fá einhverja græna skóflu til þess að geta klappa sér sjálfum að baki með einhverju sjálfsáttíð. Besta fyrir umhverfið er að byggja húsnæði sem að bara er ekki bara eyðileggjast eftir 5 ár. Það langbesta fyrir umhverfið er að byggja húsnæði sem munu standast tímans tönn og munu verið hérna ennþá og eru húsnæði sem eru líka bara falleg og fólk mun vilja búa og verður smá svona stolti. Það eru húsin sem endast. Og svo ætlum við líka að fara að leysa loftslagsmál með því að borga allt of mikið fyrir steipuna sem er náttúrulega algjör steipa út af því að hún er eitthvað kolefnisjöfnuð eða eitthvað þannig. Bara heyrðu, einbeitið þig ykkur bara því að gera steipu. Hættið þessari dellu. Svo líka að fara að endurnýta einhverja glugga. Ég meina fórna gæði Malbiks leiðir bara til þess að það þarf að endurmalbygga. Já, en það þarf líka að senda, ég held að ég sé myndi rétt, ef þú ert að endurnýta til dæmis glugga, að þá ertu að fá það sévottaða til þess að það geti nýst fyrir út af íslensku veðurfari, þá þarf að senda það til Þýskalands, fá það sévottaða til að senda það aftur hingað. Í staðan fyrir að einhver getur veikt þess að vottin hérlendis. Nákvæmlega. Útvistun, þetta er útvista. Já, þetta er ekki útvista, þetta er náttúrulega bara rugl. Þetta er líka bara útvista út á landi. Það er eitt sem er gott, áður en við höldum áfram með borgarmálin. En talandi að geta verið að gera þetta bara sjálf, þetta er bara að vera hægt að votta þetta hérlendis þannig fyrir að eyða kostanum í að senda út. Þetta er ESB, þannig að við erum ekkert að fara að fá þetta. Þú vilt ekki fara í ESB þannig? Nei, ég vil ekki fara í ESB. Nei, af hverju ekki? Það er bara fullt af hlutum sem við viljum gera sem myndi vera bara bannað ef við myndum fara í ESB. Það að borgin myndi vera með byggingafélag væri bara bannað. Fullt af hlutum varðandi útúrstöðun er af því að við erum að aðlaga okkur að EES-reglum. Við þurfum að taka við lægsta tilboðinu. Það er fullt af hlutum sem við þurfum að senda í útboð. Og það er fullt af hlutum, lönd sem hafa farið í ESB, sem hafa viljað auka opinbera framlag, eins og í heilbrigðiskerfunum eða eins og Holland, þau vildu vera með svona byggingafélag. Það var bara, nei. En það er fullt af hlutum sem við viljum gera sem væri bara bannað undir ESB. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Af því að ESB er með svo rosalega miklar svona nýfrjálshyggju markaðskröfur. Hvað? Þið og þessi orð sko. Ég var alveg að fara að segja þetta, ég fann alveg að þú myndið grípa þetta. En þú veist, það er fullt af hlutum sem er, af því þetta þarf að vera alþjóðlegu markaði. Ég held að það hafi verið Ísland.is sem var nýlega fekk einhverja áminningu frá hvort það hafi verið EES að þau séu ekki að standast alþjóðlega kröfur af því að það er ekki aðgengilegt að þessi þjónustuaðili fyrir í útlöndum. Þegar þetta er skilur íslensku miðill, það fyrir eitthvað svona. Skilur þetta er fáránlegt. En við viljum heldur ekkert fara í þetta hnignuna bandalag sko, þannig að við erum alltaf að fara að vera sammála þar. Já, þannig að þú vilt ekki tala um það, því þá varum við á sammála. Nei, ég vil reynda að tala um eitthvað sem við erum sammála, en ég ætla að færa þetta aftur í borgarmálin. Já, endilega. Það mér finnst ég að vera búin að vera aðeins og erfið við þig, þannig að... Já, ég er enda máttalega búast við því að koma hingað, sko. Nei, þú ert bara búin að henda þessu mjög út af því að, sko, þegar þú ert að nota svona orðatiltæki, eins og nýfrjálshyggja og jöfnuður og annað, þá verður að setja trigger warning. Til þess að ég triggerist ekki. Þetta er svona stuðar þig. Þú verður að senda fyrir svona lista af orðum sem má ekki segja í podcastinu þínu. Það er með spanna að gagnrýna Kristrúnu Frostadóttur í þessu hlaðvarpi. Nema ég má gera það. Nema þú? Ok. En hérna skólamálin. Hvað sérðu fyrir þér? Hvernig á að grípa þetta? Strákar kunni ekki að lesa, krökkunum líður verr, kennarinn eru meira í kulnun. Hvað er að gera? Ég verð fyrst og fremst frá sérfræðingana bara inn á gólfið. Já, henda þessu skrifstofufólki í að vinna vinnuna. Vá hvað er ánægður að heyra þetta. Já, ég meina, þú veist... Hætta þessu kulnuna kjaftaði, drullið ykkur bara til að fara að vinna. Sko, málið með sérfræðinga og málið líka með að því, þú veist, við erum með bara algjörða flóru í skólasamfélaginu. Þú veist, við erum með fullt af börnum sem eru með ýmsar stuðningsþarfir og skólaumhverfið hefur til dæmis ekki náð að aðlast nógu við bara
koma til móts við börn með ADHD, börn með einhverfu, líka þarna börn innflytjenda sem kunni ekki tungumálið og það er fullt af svona hlutum sem skólakerfið hefur ekki náð aðlaga sig og það er ósanngjarnt að leggja allt þetta á alla kennara að læra. Þegar við erum með sérfræðinga, við erum með atferlisfræðinga, við erum með talmeinafræðinga, við erum með sálfræðinga, við erum með fullt af fólki sem vinnur einmitt fyrir skólakrísindasvið en er aðalega að vinna á skrifstofunum. Þú veist, ég gerði sjálf í þarna fyrir bachelorslokariðgerðina mína, þá kannaði ég einmitt bara störf sálfræðinga við skóla hvað þið voru að gera. Það er fyrst og fremst að sinna greiningavinnu, miklu minna að veita ráðgjöf til starfsfólks sem er til þess að koma til móts við þessi börn. Þannig að fá þetta fólk á gólfið er bæði töluvert skilvirkara að veita stuðning til barnana, gerir úrræðin miklu skilvirkari og líka þetta styður við að sé bara auki samstarf við kennarana og líka við stuðningsfulltrúana. Ég er sjálf stuðningsfulltrúi og ég er mjög heppin með mína menntun. Hvað er þetta stuðningsfulltrúi? Ég er ekki að fara að segja hvað skóla ég vinn í. Nei, en þú unglingadeild í grunnskóla. Og þarna, ég er mjög þakklátt fyrir námið mitt að það eru fullt af hlutum sem ég kann að túna inn á og líka bara reynslu og þarna þekkja smá inn á líka eins og hegðunarvanda og álíka en mjög margir stuðningsfulltrúar eru bara komnir beint eftir menntaskóla, kunna ekki á þetta, vita ekkert um ADHD, vita ekkert um einhverfu, vita ekkert um börn með hegðunarvanda að þarna, þau fá ekki nægilega mikla þjálfun til þess að í alvörinni ná að styðja við þessu börn. Fullt af fólki veit ekki hvernig á að bregðast við þegar barn skilur í reiðiskasti eða eitthvað álíka. Og það að sérfræðingarnir séu á gólfinu mun líka styrkja allt stóðkerfið í skólanum. Af því að það er aðgengilegra og þau geta verið að þjálfa líka stuðningsfulltrúana. Það er náttúrulega ekki hægt að vera með sérfræðingar sem eru á háum launum inn í hverju kennslustofu, skilurðu, en að þeir geti stutt líka við stuðningsfulltrúa, stutt við kennara og stutt við börnin mun gera það töluvert betra, miklu skilvirkara, mun leiða til þess að úrræðin sé að virka miklu betur og þetta er bara, mér finnst þetta að vera no-brainer. Já, ég er bara ánægður með þessar hugleiðingar. Getur líka sagt foreldrum til þess að drullast til að standa sig í stikkinu og hætta að láta skjái fyrir fram börnin sín þannig að það þurfi ekki að móka þeim í einhverja greiningaferli og móka þeim á einhver amfetamín og eitthvað svona rugl sko. Það væri líka góð leið til þess að við myndum standa okkur í stikkinu með að koma til móts við börnin. Náttúrulega langt besta fyrir börnin er einmitt að vera með umhverfislega breytingar. Foreldrar eru náttúrulega ræðilegir líka sko. Foreldrar er alveg allir alhæfingu. Ég er ekki í alhæfingu, það er bara foreldrar sem eru að láta skjái fyrir fram börnin sín er að eyðileggja framtíð þeirra. Já, og síðan eru líka sumir skólar sem ég finnst alltaf galið að séu að gefa börnum tölvur og iPada til þess að taka með heim og foreldrarnir hafa ekki svona stjórnandi tækjum. Nei, þetta er náttúrulega bara stjórnlausgalið. Þannig kemur miðstýningin inn. Hérna, sko, því að ég nefnilega... Það er náttúrulega sjálfsagt, tölvur og iPadar eru góð kennslutól. Það eru börn sem til dæmis eru með að skrifa, ýmsum ástæðum, sumir eru líka bara með kallast bara skrifblinda, erfitt með að skrifa, að það sé auðveldara að skrifa í tölvu, sjálfsagt. En af hverju er þetta talva sem barnið á og tekur með heim? Já, ég meina og foreldrarnir komast ekki inn á og krakkar náttúrulega líka bara eins og þeir eru. Þú getur verið að banna leikjasíður og hvað. Krakkar finna allt á leið til þess að gera þetta að sinni eigin tölvu. Já, algjörlega sko. Og eins og segi, ég held að foreldrarnir séu langmesta meinið inn í þessu öllu sko. Ég hafandi verið sjálfur á frístundaheimili og kenna íþróttir. Foreldrar geta alveg líka lagt þetta mörgum klálega. Og líka bara að það sé, öflugri heimanámsstuðningu líka bara í skólanum þann fyrir börn sem hafa ekki. Foreldrarnir geta ekki stutt það. En hvað veistu þá út af því við erum að tala hvað foreldrar eru miklu aumingjar, þá þurfum við líka... Við erum ekki að tala hvað foreldrar eru miklu aumingjar. Ég er að því. Þú ert að því. Já, þá líka... Ég er nú aðalega bara að tala hvað kerfi getur gert betur fyrir börnin, sko. En þarf ekki samt að vera, út af því að ég er sammálaður þar. Ég held að kerfi geta alveg gert ýmislegt, en ég held að þurfa að vera kerfislegir hvatar til þess að fólk standi sig í stikkinu. Ég held að með samfélagsmiðla banni, þá myndum við ekkert gera það að verkum að foreldrar gætu ekki sett skjá fyrir fram bannið sitt. Aftur á móti það verið það miklu meira tabú. Þannig þú vilt að hið opinbera sé að hafa bein inngrip inn í einkalíf fólks? Í þessu, já. Í þessu? Já, ég er bara, þannig verð ég svakalega kínversku, sko. En út af því við erum að tala líka með að láta foreldra rífa sig í gang. Með heimgreiðslur. Já. Já eða nei? Fyrir börn sem eru ekki í leikskóla? Já, ég vil líka bara sjá lengu fæðingarorlofsins. Þið náttúrulega viljið borga fyrir allt og alla, sko. Sko það er líka bara þannig að það er búið að tala um þetta umönnunarbil mjög lengi og það er erfitt að mæta því. Og
það alltaf bara talað frá hliðinni að stytta leikskólan, þannig að þú byrjar í leikskóla 1 árs í staðinn fyrir öfugt. Það líka bara gífurlegt álag fyrir börn að vera í leikskóla. Þú veist, þetta rosalega mikið áreiti, þetta aðskilnað frá foreldrum. Þú veist, börn á einmitt frá 1 til 2 eru með mestan aðskilnaðarkvíða og mér finnst að við ættum bara að styðja betur líka bara við fjölskyldur í að vera að sinna þessu ótrúlega mikilvæga hlutverki sem eru á fyrstu 2 árum ævi barna, sem bara tengslamyndin. En þetta náttúrulega 100%. augljóslega hatur á konum. Nei, það er það nefnilega ekki. Það er það nefnilega ekki, af því þetta er alltaf sett þannig fram að það muni bitna á konum. Það mun það gera. Það á mínu mati sýnir bara fram á að við séum á miklu viðkvæmari stað í réttinu kvenna að, þú veist, alltaf þeirra teknar aðgerðir sem eru, þú veist, sérstaklega sem varða börn, að það mun að bitna á konum. Það þýðir bara að við þurfum að finna eitthvað annað mótvægi til þess, þú veist, það eru aðra aðgerðir, en þú veist, þetta er miklu betra fyrir barnið. Og það, þú veist, fókusun ætti alltaf að vera þar. Það gefur þeim miklu betra svona startin í lífið að vera með foreldrum sínum, báðum foreldrum eða einum foreldri, ef það einstæða foreldri, fyrstu 2 ára afreinar. Líka annað sem bitnar á konum einmitt, þú veist, það sé ekki hægt að færa fæðingarorlofið til, sérstaklega fyrir einstæðamæður sem eru, eða einstæða foreldra sem að, þú veist, hitt foreldri ekki með í myndinni, þau fá ekki fæðingarorlof á móti, jafnvel þótt að hitt foreldri taki ekki við hinn helmingnum. Það fá þau það ekki, þannig einstæða mæður og einstæðir feður, oftast einstæða mæður, fá sittra fæðingarorlof heldur en aðrir. Mér finnst það líka fáránlegt. Já. Andrea Sigurðardóttir hefur reynt að vekja svolítið athygli á þessu. Já, þetta pingu galið, sko. Já, ég einhvern veginn, sko, mér finnst líka bara svolítið sérstakt þetta viðhorf gagnvart börnum að þetta alltaf málað upp sem eitthvað sem að kemur niður á konum að þurfi að vera heimabörnin og ég eitthvað, engin furða að fæðingartíðni sé að lækka þegar þetta viðhorf okkar gagnvart börnum. Það enginn að segja, þú veist, feður eru líka inn í þessari lengingu, skilur við. Það enginn að segja að það séu konur sem að þurfa bara að lengja fæðingarorlofið. Nei. Þetta bæði og finnst þér að karlmenn og konur eiga geta bara ráðst af þessu nákvæmlega svo þau vilja? Sko, það að hluta til. Mér finnst gott að það sé, þú veist, hluti til og síðan færanlegur. Mér finnst það gott fyrirkomulag. Mér finnst að báður ætti að taka allavega sinn skerf þannig að sé ekki bara einn allan tíman. Það líka bara betra fyrir barni að tengjast báðum foreldrum, skilurðu. Og síðan, þú veist, myndi ég líka alveg vilja sjá að það sé einhver svona dreifing af fæðingarorlofinu. Af því hvernig þetta er sett upp núna fæðingarorlofið 18 mánuðir, er það ekki? Jú. Nei, 12 mánuðir. Það 12 mánuðir. 100% fæðingarorlofi og síðan 0% fæðingarorlofi. Að það sé einhver svona það fá að vera saman. Nei, það sé líka bara þannig fyrirkomulag að, þú veist, þessu börn þegar þau eru mitt að byrja á leikskóla, að byrja hjá dagmömmu, að það sé bara 50% til að byrja með. Þú getur alveg ráðstafið þannig. Já, en yfir lengri tíma. Þú veist, þannig að það sé alveg upp í 2 ár. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og letir klára málið í dag. Já, þannig að þú vilt að við fáum meira bara fæðingarorlof heilt yfir. Já. Og það sért skikkað til þess að ráðstafa þannig að þú svona aðlagar þig að nýjum verðum. Nei, en það sé bara gert miklu meira hvati til þess að gera það. Hvernig hvatar ættu það að vera? Ég held að það sé líka bara ekki nógu auglýst að það sé, þú veist, jú, ég held að vita allir að það sé að fara að hluta til, ég held að flesti gera það. Það er líka eitt trikk í þessu, að þegar þú taka fæðingarorlof, að þá getur þú unnið sem að nemur, þú voru ekki að fullera, ég held ég sé bara með nákvæmlega rétt, þá getur þú fengið sko fæðingarorlof, og þegar þú ert í 100% fæðingarorlofi, þá máttu ekki vinna neitt. Hins vegar ef þú ert í 50% fæðingarorlofi, að þá getur þú unnið sem að nemur meðaltekjum 18 mánuði aftur í tíman, 12 mánuði fram í tíman. Það er að segja að það tímabil sem þú varst á áður en að þú byrjaðir í áður en eignaðist barn að þú máttu vera á meðaltekjum þess ofan á fæðingarorlofsgreiðslurnar. Þannig að þú getur verið miklu tekjuhærri þrátt fyrir það að vera í fæðingarorlofi. Þetta er trikk sem að margir ættu að kíkja á.
Getur senda á mig ef þetta var ekki nógu skýrt, en þú getur sett verið unniður upp töluvert meiri tekjur ef þú getur tekið yfirvinnu ef að þú ert í 50% fæðingarorlofi, en getur ekki þegar þú ert í 100% fæðingarorlofi. En hvað og það við erum að tala kvennamál. Já, við erum alltaf eiginlega að reyna að tala meira borgarmálin. Já, en þetta hefur að gera með borgina, út af því að sko þetta með svona þegar við erum að tala þessi fæðingarorlofsmál, sérstaklega leikskólamálin, að þá þetta í rauninni langstærsti núningurinn. Þá erum við að tala svona það hvort að konur eiga að fá að ráða sínum tíma sjálfar og hvort að foreldrar eiga að ráða þessu sjálf eða hvort að eiga að vera svona undir hugmyndafræði BSRB það að konur þurfa að vera varðar einmitt af þessari feðraveldishugsun. Sólveig Anna hefur náttúrulega að tala þetta. Sólveig Anna hefur einmitt talað fyrir lengingu fæðingarorlofsins. Já. En út af því að við erum að tala til dæmis skilgreinir þú þig sjálf sem feminista? Já, ég myndi gera það. Já, en svona þessi nýji feminismi sem við vorum að tala með hann BSRB skilgreinir þið út frá þeim feminisma eða svona Sólveigar Önnu anti-woke feminismans? Það tala að skilgreina mig eftir feminisma stéttarfélagana? Já, svona nokkuð veginn. Sko ég ekki að fara að draga ykkur línu milli ykkur að tveggja stéttarfélaga. Það er fyrir fáránlegt. En mér finnst bara með feminisma að þetta sé alltaf líka bara bundið við flestar svona réttindabaráttur hafa alltaf verið bundnar við stéttabaráttu. Alltaf, þær hafa alltaf verið það. Að þetta sé líka bara bundið við eins og sérstaklega leikskólamónum og ég veit að allavega Sólveig var einmitt að tala þetta, að tala líka konurnar sem vinna á leikskólanum sem eru með láglaun og eru starfandi miklu álagi, miklu manneglu, að mér finnst að við þurfum líka að taka einhver með á breiddina. Það að loka markmið feminisma ekki að það séu konur í öllum æðstu valdarstöðum. Þetta að það sé jafnrétti þvert yfir línuna. Svona kampavíns feminismi sem við erum með í dag. Já, miklu leiti til. Það stundum bara þetta líka spila pingu inn í tókunisma sem neikvæður hlutur að hlutir séu gerðir. Það varst ekki neikvæður, einu sinni það voru alltaf svona þældagt fólk átt að vera hluti af þessu svona í hryllingsmyndunum, já þú mátti deyja fyrst en það var allavega þældagt manneskja í myndinni. Já, náttúrulega til lengri tíma stiði það bara undir aukna fordóma, skilur að hlutir séu tókunism, allt hlutir séu gerðir bara vegna tókunisma. Já, ég sammála því. En förum þá yfir í samgöngumálin. Já. Okay. Borgarlína, ég eða nei? Sko, við erum með smá núanskt take á borgarlínuna af því að hvernig áformin eru núna, sérstaklega varðandi strætó, þetta getur ekki verið bundið við útvistun rekstursins. Nú þegar eru 2/3 af strætisvagnunum, 2/3 af rekstur af akstri strætó er útvistæður og það eru áform að útvista restinni undir bara einu félagi sem þýðir að borgin verður og sveitafélagin verður bara bundin við að borga það sem þau segja því þau eru einu sem eiga alla vagnana og borgin þarf að vera með almenningssamgöngur þannig að þau eru algjörlega búin að binda hendin sína þar og við viljum að það sé ekki niðurstaðan í borgarlínunni og varðandi bara borgarlínuna þetta er svo mikið leiðindamál að tala þetta er búið að vera aðal kosningamálið í hversu mörg ár þetta er bara alltaf talað þetta því þetta hefur tekið ógeðslega langan tíma og það er búið að eyða alveg svakalegum pening í bara endurskipulagningu og endurskoðun aftur sem náttúrulega dýr nefndakostnaður, lögfræðikostnaður, endurskoðunarkostnaður og þetta er búið að taka ógeðslega langan tíma fyrir þetta hönnunarverkefni en þetta er samt fyrirbyggjandi aðgerð þetta er aðgerð sem að mun skila sér í betra umferðarflæði til lengri tíma, sérstaklega með aukinni fólksfjölgun og ef að Reykjavíkurborg mun halda áfram að stækka og verða aðeins meiri stórborg, þá er mjög mikilvægt að við séum með kerfi þar sem almenningssamgöngunar eru ekki bundnar í sömu umferð og einkabílinn. Þetta er fyrirbyggjandi aðgerð en þetta er búið að taka allt langan tíma sem er líka helsta ástæðan af hverju flestir eru að verða andsnúnir því af því þetta er búið að vera svona Úlfur. Já, úlfur og ef við fáum svipaða stjórn aftur erum við aftur að fara að sjá bara meiri og meiri endurskipulagningu og verður þetta aftur helsta kosningamáli eftir 4 ár. Ég held að það sé ástæðan okkur að flestir eru komnir með smá leið á þessu bara, þetta er orðin eins og ég veit ekki, ég held að sé mjög margir sem að halda þetta sé ekki frá að gerast, að þetta er bara búið að taka svo langan tíma en við erum algjörlega hlindi að bæta almenningssamgöngur
en það er tilgangslaust, þetta er að fara að vera dýrt verkefni, þetta er samt að fara að vera fyrirbyggjandi þannig að þetta mun borga sig til lengri tíma en ef að vagnarnir sem eru að fara að keyra borgarlínuna eru að fara að vera í einkarekstri og að fara, já, og þú veist, mér er að fara með við það, þú veist, það er skattfé sem er að fara að borga fyrir þessa borgarlínu þannig að mér finnst bara að vera smá ósanngjarnt að síðan er verið að fara að græða á borgarlínunni þú veist, af einkafyrirtækjum bara í einkavasa, þú veist, mér finnst það ósanngjarnt sérstaklega með að við að almenningur eru að fara að borga fyrir hana. Opinbera rekur bara allt svo ótrúlega illa. Það er alltaf þannig að við erum einhvers konar rekstur sem að er fyrir hendi að... Ég meina, götuþrif og snjóvarnir voru tölvöld betri þegar það voru í eigu borgarinnar, frekar núna þegar það búið útvistöði. Fólk tala í svona nostalgíu hvernig það var áður fyrir. Það er líka bara bundið við, einmitt, pólitíska vilja, þú veist, við viljum vera með fólk sem er öflugt og fólk á að vera ábyrgt fyrir að reka þetta vel, en það er ekkert sama sem merki af milli þess að opinbert þurfa að vera í vondum rekstri, það er fullt af hlutum sem eru búin að vera, þú veist, gífurlega óskilvirkir, þú veist, og það er alveg rétt og eins og þess með bílastæðarsjóð í staðin fyrir að vera fyrirbyggjandi með að við bara tækniþróun að hafa við stett á fót bara sitt eigi bílastæða fyrir bílastæðarsjóð sem var vel hægt með við hversu margir forritar að starfa fyrir borgina þá var þessu útvistað og núna erum við með þessu ótalmörgu bílastæðu upp sem er að taka aukið þjónustugjald þannig að almenningur er almennt séð að greiða meira fyrir bílastæðugjöldin þú veist það er fullt af svona hlutum sem eru bara óskilvirkir. Ég skal reynda að gefa það er jöfnveld pirrandi núna ég er aldrei með þetta app og svo einhvern veginn og þeir eru líka bara komnir einhvern veginn allstaðar. Það er hefur verið í Grósku, það er svona lítil fyrir framan Grósku eitthvað svona lítill stremill sem er orðin bara eitthvað svona sér stæði þar sem þetta sé vera með sér app til að greiða sérstaklega fyrir það og maður er bara, heyrðu, góðan daginn, þetta er óþolandi. En þetta er frjálsi markaðurinn, hann gerir svona hluti, skilur þau. Og alveg sama með, þú veist, það sem er búið að vera útvista, þú veist, þetta er vond nýting á skattfé, þetta er gífurlega vond nýting, þetta er bæði það að mjög margir liðir eru bundið bara við pingu svona fákeppni, þú veist, við erum lítið þjóðfélag þannig að það eru oft fá fyrirtæki eins og bara talað af Malbika þetta eru aðalega, þú veist, 3-4 fyrirtæki og eitt er nú þegar í eigu borgarinnar sem er einmitt alltaf að tala um að sér ekki í tabi selja það fær ekki verkefnin sem borgin hvort þeir að borga fyrir Af hverju ekki? Af því það er alltaf undirbúið og borgin verður að taka við lægsta tilbúið Já, en af hverju geta þær undirbúið? Ódýrar að vinna og verið gæða Malbiki. En er það staðfest? Er verra Malbik frá þeim sem að gera Malbiki heldur en hjá Malbikunastöðinni? Já, allavega stundum sko. Hvenær? Það er alltaf mismunandi fyrirtæki, mismunandi hluta árs og mismunandi hlutum þannig það er eitthvað alltaf flókið fyrir mig En veistum dæmi þegar Malbikunastöðin var með betri verkefni heldur en aðrir sem er að takast á við þetta? Ég get ekki nefnt eitthvað on the top of my head en það er líka bara vilji að gera það betur. En það hefur verið Malbika illa, það var, ég man ekki hvar það var, en þú veist, það var Banalsess daginn sem var rekið til slæms Malbiks. Já, var það ekki rekið til þess að það var framkvæmdir í gangi? Það var lélegt Malbik út af því? Ég heyrði að það hafi verið bara út af Malbikinu sjálfu. Já, ég þori ekki að fullera það. Nei, ég þori heldur ekki. En út af við erum að tala með þessum og líka, ég ætla samt bara að segja, líka með útvistun er að það er líka, þú veist, tilhættandi kostnaður að fara bara í útboðsferlið frá báðum aðilum, líka frá borginni. Að þurfa að, þú veist, bara það að vera að, þú veist, laga hólunar, þurfa að fara í gegnum þetta gífurlega ferli að skilgreina hvaða götur liggja fyrir núna á þessu ári. Þú veist, það þarf að afmarka hvað verkefnið er stórt og hvað er í forgangi. Sem svo, þú veist, í götu foreldra minna sem var greinilega á listanum fyrir Malbikun það árið. Það var Malbika því að þetta var bara á listanum. Það þurfti ekki Malbika. Malbiki var fínt í 3 götu. Þannig það þurfti ekki að Malbika þar. Af hverju var hið opinbera Malbika þar? Af því það var bara tekið bara hverfi, af því þetta er sett í þetta útboðsferli, af því það er ekki bara eftir. Það er ekki þetta útboðsferlinu, það er út af því að það er vankantar á því hvernig málefnum borgarinnar er háttað. En ef þetta væri bara þetta er ekki einkaaðalinni taka að sér verkefnið, en það eru hið opinbera sem að lætur þetta er einmitt vandinn við hið opinbera, að þegar það er rigning að þá jafnvel fara út að vökva blómin út af því að það á að gera það. Það er svolítið, þú veist, þessi ósveigjanleiki er opinber rekstur. Ég er 100% sammála að það er hægt að gera reksturinn miklu skilvirkari og þannig að það sé bara mikið meira sens og það sé meira eftirlit eins og þegar við vorum með hverfistöðunar að kanna skilur hvað þurfti
hvenær þurfti að þarna salta og svoleiðis, það var bara fólk sem var í vinnu við eftirlit og við að kanna. Það er hægt að gera þetta allt miklu betur. Ég er ekki að segja að opinber rekstur þurfi að vera óskilvirkur, mér finnst hann þurfi að vera skilvirkur af því að hann á að virka, skilurðu. Já, ég hlustaði á það hjá Stefáni Ingvarsinni sem var spurði að því hver væri Stefáni Ingvar segi, já, það sem var spurð hver væri þín hægri sínnasta skoðan og þú talaði um að það væri skilvirkur opinber rekstur. Já, mér finnst alveg leiðilegt að hægri sé búið að eigna sér þetta orðatiltæki. En það er bara út af því að opinber rekstur er ekki skilvirkur, svona í eðli sínu. En hann getur verið það, jú. Ég skal reyndar gefa þér það, að út af því að, því að öll þessi flækjusteg myndast við að vera með svona gífurlega marga milliliði og vera með svona í útvarpsferli og vera með að þurfa að vera með endalausa samning og gífurlega skriffinnsku. Það er alveg hægt að stilla upp kerfið þannig að það sé bara að sinna sinni vinnu, skilur. Það er hægt að gera það þannig líka. Ég held með þér, en ég er samt alveg á því líka að þegar að Reykjavíkurborg eins og bara Píratar hafa náttúrulega verið sérstaklega slæmir í þessu, að þeir telja sig vera með það rosalega góðar hugmyndir allt, að þeir geta bara tekið til sín öll verkefni og einhvern veginn verið að koma rosalega skilvirkni með regluvæðing og þessu. En aftur á móti að eins og bara í þínu persónulega lífi, ef þú tekur að þér 500 verkefni, þá ertu ekki að fara að gera það vel. Ef þú tekur að þér aftur á móti 2-3 verkefni, að þá er mjög líklegt að þú getur gert það vel. Sama gildir bara hinn opinbera rekstur. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Þegar þú ert komin með Ég er alveg samanlega ein manneska getur ekki tekið þetta en opinber rekstur er líka töluvert stærri en bara ég. En svo ertu með eftirlitsaðila sem að ef þú hugsa bara sem skipuritt að þá ertu komin einhvern tímann til borgarstjóra. Hann getur ekki verið með yfirlit yfir öllu og þegar þú ert komin með undirmann og hann er undirmann og hann er undirmann og hann er undirmann að þá er mjög líklegt í fyrsta lagi að hann sé að smyrja einhver ofan að verðið út af því að það er engin raunverulegur eftirlitsaðili en líka í ofanalag að það verður eitthvað sem að fer úrskeiðis út af því einfallega að boðleiðnar eru þannig að það er mjög óskilvirk stefna sem að fylgir öllum ákvarðanatökum. Þú veist, eftirlit má alveg töluvert bæta í Reykjavíkurborg. Bæta? Það er allt og mikið. Á mörgum liðum er það ekki. Eins og bara í skólakerfinu. Það er bara að fækka hlutverkum sínum. Það munið vera miklu skilvirkara. Ekki nei. Þá er það bundið við að borga, þú veist. Þú talar að einhver inn í kerfinu niður tröppurnar sé að smyrja ofan á. Ef að það er algjörlega búið að færa allan rekstur til einkageirans, hann gerir það líka og hann er með ennþá meira hagnaðarkröfur heldur en borgin. Þannig það mun líka vera þannig sko. Ef að fólk hefur hagsmuni af því að standa sig betur að þá er líklega að gera það. Og eftirlitslausi eftirlitsaðilinn er sá sem hefur beina hagsmuni af því að verkefni fara ekki fram úr kostnaði án þess þó að þessi teki út af gæðanum. Og þegar við erum með einhverja verkefni, þá er vissulega hægt að útvista þau af þinn álfinu opinbera, en það þurfa að vera einhverjir hvatar fyrir hendi til þess að fólk geri það raunverulega vel. Og það er ekki þannig að þegar þú ert með einhverja aðila sem eru þá bara ráðnir og reknir af hinn opinbera, að þeir munu koma til með að sinna verkefninu vel, út af því að það er engin eftirlitsaðili sem er að fara að standa skil af þessu. Það er pínu vandinn við þinn opinbera rekstur. Það þarf bara að vera skýra fyrirkomulag á eftirfylgni. Eins og í skólakerfinu, þá var alltaf lagt ríka áherslu á ytramat, þar sem er verið að skoða bæði húsnæðisaðstæður, stjórnaraðstæður og hvað maður bæta í skólastarfinu almennt séð. Það er búið að algjörlega fjársvelta þetta kerfi, þannig að það er varla framkvæmt ytramat lengur, bæði í leikskólanum og í grunnskólanum. Það er mjög ábótavant og þá sjáum við líka pingur svona eftirkostun á því einmitt með að húsnæði eru síðan bara gripin þegar þau eru orðin bara heilmikluð eða það er komið bara vondur starfsandi eða það séu fullt af börnum að falla myndi kerfana af því það er ekki það eftirlit líka í barnaverndarstofu þau eru bundin við bara tilkynningaskyldu í staðin fyrir að vera sjálf með reglubundi eftirlit á fósturfjölskyldunni. Það er ekki, og þau eru bundin tilkynningaskyldu, þetta er ekki eins og barnið sjálf sem er í fóstri að fara að senda tölvupóst
að láta vita að þau séu að búa við óviðunandi aðstæður hjá þessi fósturheimili, skilurðu? Já, ég skil hvað meinar. En hvað hérna, sko, ertu bjartsýn? Því að núna náttúrulega atvinnuleysi aukast. Þannig að reyndar sem gott, sko, það ekki lengur að fara í kulnun. Þegar fólk fyrir allt í einu að gera sig grein fyrir því að störfur á skórnum skammti, þannig að allir eru hættir allt í einu í kulnun. Þannig að þetta hafði aldrei neitt að gera með neina starfsaðstæður eða annað. Þannig að atvinnuleysi er á leiðinni niður, verðbólga er að hækka, verðbólguvæntingar eru að aukast. Já. Og stýrivextir eru að hækka. Já. Þannig að rekstur borgarinnar er að fara að verða... Og húsnæðismarkaðurinn er, 1/4 af þessar ráðstöðu. Hann mun lagast fljótt held ég. Ég held að það muni gerast. Það er samdráttur í iðnaðinum núna, þannig að það mun verða bara ennþá meiri skortur. Já, þetta mun lagast núna fljótlega, en svo verður þetta samdráttur í kjölfarið. Þannig að við erum svolítið að fara... aftur versna. Já. Það mun aftur versna. Já. Þetta er líka bara bundið við, hagnaðarkröfu leigufyrirtækjanna. Ég meina Alma skilaði 5 milljörðum í hagnaði á þessu ári. Býður þú myndi segja þetta. Ég er að alla sósíalistana byrta. Já. Þetta er líka bara, það sé þessar kröfur og líka bara varðandi þessar verðtryggingu sem er mjög mikið í okkar kerfi núna og varðandi verðbólguna og varðandi sérstaklega hvað húsnæðisliðurinn er mikill þáttur á þessu. Það er líka bara, það er algjör vítarhingur af því að langflestu leigusamningar eru vísitölutryggðir. Þannig hækkun á húsnæðisverði, eða sérstaklega leiguverði, hækka verðbólguna sem er þá tengt við vísitölutenginguna. Þannig það hækkar aftur, sem hækkar verðbólguna, sem hækkar, þetta er bara þetta er algjörlega bundið samtvinnað saman og þetta er rosalega stór þáttur í verðbólgunni. Mjög margt annað er sveiflukennt en þess húsnæðisliðurinn hefur verið langstæðsti drifkrafturinn bara í ótalmörg ár. Þannig það er algjörlega, og þess vegna er það líka okkar helsta áherslu atriði er að koma bara á ákveðnu jafnvægi líka bara þar. Ég meina húsnæðisverð hefur áttfaldast síðustu 10 ár með við að laun hafa aðeins 6%. Nei, ekki áttfaldast. Jú. Það hafa áttfaldast. Nei, ekki, ég held að húsnæði, nei. Húsnæði þetta eru tölur frá leigjendasamtökunum. Húsnæði sem kostaði 40 milljónir frá aldamótum, sorry. Já, frá aldamótum, já, það passa. Frá aldamótum. Frá aldamótum hefur þetta áttfaldast en laun hafa aðeins 6-faldast. Já, en náttúrulega sko út af því að eins og ég þreytist nú ekki á að segja sko, það er svo heimskulegt þegar fólk er alltaf að biðja hærri laun út af því að það náttúrulega mun að endingu koma til með að leiðast inn í fasteignamarkaðinn og þú getur metið það sem svona 1,2 eða 1,3x út af því að sko straumhvörfin verða alltaf hafa ákveðin margföldunar áhrif á fasteignaverð út af því að þeir mókar svona miklu fé inn á hagkerfi sem að náttúrulega í ofanalag erum við að fara fram á það að ég meina ef að húsnæðisverð er aðeins en þú veist þetta er beintengt húsnæðisverð hefði ekki hækkað 8-falt ef að laun hefði ekki hækkað 6-falt það er ástæðan en húsnæðisverð hefur alltaf hækkað miklu meira það er frekar að launin séu alltaf í skotti á húsnæðisverði þetta er en öfugt nei, það er ekki rétt það er alltaf hækkun fyrst í húsnæðisliðinum það er ástæðan okkur, þá finnur líka fólk fyrir bara lægri kjörum í sínu eigin lífi þess vegna þetta er langstærst Ok, þú segir að þetta sé alltaf elda skottið á húsnæðisverðinu ef að laun hefði hækkað 2-falt telur þú að húsnæðisverð hefði getað hækkað 8-falt? Nei, en það hefði örugglega hækkað 4-falt þú samkvæmt þessari formúlu þá En líka öfugt Af hverju? Það þarf náttúrulega alltaf á ákveðnum punkti verður þetta allt út dýrt þannig að enginn getur keypt auðvitað Nei, það er ekki rétt Jú, ef að allt húsnæði myndi 2-faldast núna þá myndi enginn geta keypt þannig að þetta er alltaf bundið á ákveðnuleyti saman en húsnæðisverð hefur alltaf verið að hækka aðeins meira Já, það er út af því að þegar þú mókar peninga inn á hagkerfi að þá náttúrulega lenda þeir en eftir kannski svona 4 tilfærslur 4, 5, 6 tilfærslur að þá er peningurinn komin inn á húsnæðismarkaðinn Við erum náttúrulega líka með verðtryggð lán sem að þýðir það að það er að hækka í misræmi við þetta Fólk fer til stéttarfélagana og segir, heyrðu, ég þarf að fá hærri laun til þess að takast á við skuldabyrði, það fær hærri laun, SA gefur eftir og húsnæðisverð kemur til með að hækka. Þannig að það sem við erum búin að gera, í ónalega náttúrulega að stytta vinnuvikuna 10% sem að þið oft gleymið að meta inn í þessa breytu, að þá erum við líka að sjá fram á það að við erum búin að taka lífsgæði að láni og við rauninni köstuðum, sko, mín kynslóð og þeir sem eru fyrir ofan, köstuðum þinni kynslóð fyrir vagnin með því að væla yfir því
að við þurfum hærri laun og við þurfum að vinna minna og við þurfum að fá meiri kulnun, við þurfum að fá meiri sveigjanleika í öllum okkar kerfum, við þurfum að halda í áminningarskylduna út af því að alveg sama hversu fólk stendur sig illa í vinnunni þá er bara mannréttindi að vera með vinnu og við tókum ykkur og sögum þið eruð að fara að borga þetta. Þannig að þín kynslóð er að fara að borga þennan skussaskap þessara kynslóða sem að vældu sig í gegnum það að fá þak yfir höfuðið. Já, en þú veist, varðandi húsnæðisliðin, þú veist, þetta er líka bara, við erum ennþá að sjá bara eftirkvæmst líka bara af hruninu. Þú veist, þá var gífurleg samdráttur á iðnaðinum sem þýddi að það þurfti að vera miklu hraðar uppbygging af því það var ekki byggt rosalega lengi, eða allavega ekki miðað við þörf. Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það er þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Og það hafði líka áhrif. COVID hafði líka áhrif að það var dælt inn peningum. 400 milljörðum. Já. Þannig þetta eru líka margir þættir en þetta er lykillinn á að reyna að koma ykkur jafnvægi er að koma á betra fyrirkomulagi á húsnæðismarkaðinn. En af hverju byggir fólk húsnæði? Ef þú segir alveg sama hvort þú setur ráðina við opinbera eða af einkaaðila, af hverju mætir vinnumaður í vinnuna til þess að byggja húsnæði? Bæði til þess að fá borgað og hann valdur að vera líka byggingamaður af því að hann fannst það gaman. Hann er hagnaðardrifinn. Hann er drifinn áfram af persónulegum hagnaði af því að mæti vinnuna. Við erum öll bundin við það að fá laun. Við erum öll hagnaðardrifin. Sko, mér finnst maður ósanngjarnt að setja þetta sé líka hagnaðardrifi, því fólk velur sér líka það starf. Þú veist, er rétt að fólk myndi ekki vinna ef það myndi ekki fá borgað? Auðvitað myndi fólk ekki vinna, myndi ekki fá borgað, þau myndi ekki ná að búa, ná að kaupa mat en eitt þannig. En erum við þá ekki all hagnaðardrifin? Ég hef ekki pælt í þessu áður, sko. Nei. En mér finnst það svona skemmtileg pæling. Sko, hagnaðardrifin, þú ert hagnaðardrifin þegar þú mætir í vinna. Þegar við tölum hagnað, óhagnaðardrifið og við viljum ekki að það sé þessu gífurlega hagnaðarkrafa, þá erum við ekki að tala einkaframtaka, ég ná að fá, ég fái pening fyrir vinnuna sem ég vinn, af því ég vann vinnuna. Það er sanngjarnt að þú fáir fyrir það sem þú gerir. Þess vegna að tala um ógnadrifið eru þessar kröfur, sérstaklega stórfyrirtækjana, við að vera með bara gífurlegan hagnað, 5 milljarða, bankarnir, 4 stærstu bankarnir með 100 milljarða í hagnað. Þessar gífurlega hagnaðarkröfur sem er peningur sem að fer bara til örfáa. Það er það sem við erum að tala um. Við erum ekki að tala um að ég kýs að vinna þessa vinnu eða ég fæ þetta starf og ég vinn mína vinnu, ég ger hana vel og ég fæ þannig pening. En þá nota bara peningana í eitthvað annað. En þau nota bara peningana þá í eitthvað annað. Þá verður þetta ekki fjármagnað. Hvað með? Menna ef ég er með 1000 kall. Já. Og þú segir heyrðu, ef ég fæ 1000 kalliðin lánaðan þá get ég borgað þér 1200 kall á eftir út af því ég ætla að vera með lemon stand eða eitthvað þannig, skilurðu. Já. Það er það sem að þeir myndu hugsa, segja ok, þá fer ég bara með peningana og gera eitthvað annað við þá. Þannig að þeir myndi alltaf að koma út með, þeir myndi alltaf öðlast hagnað. Og það sem hefur náttúrulega verið sérstaklega erfitt, sérstaklega í því að fá lífeyrissjóðan að þessu eins og Bjarg og Blæ, er að ávöxtunarkrafan hefur verið meiri og ríkari í rauninni með öðrum fjárfestingakostum. Það er ástæðan fyrir því að þeir hafa, það er alltaf þolinmótt fjármagn í þessu ljósi. Þannig að það sem ég er að velta fyrir mér, sko, við erum búin að rosa mikið að tala um óhagnaðardrifið og hagnaðardrifið. Já. Að við erum alltaf hagnaðardrifin og fjármagn er það líka. En þetta er líka bundið við, hvert þetta fer, að hagnaður sé ekki loka markmiðið, eins og Bjarg, að þessi skila hagnaði. Þau eru ekki að greiða út þennan hagnað, þau eru að endur fjárfesta í kerfið, þetta er bara sjálfbær rekstur. Þessi stórfyrirtæki eru að leysa út þennan hagnað. Þau eru ekki að endur fjárfesta, við erum aðalega að tala um það helst. Ég man ekki, sko, ég talaði einhvern tímann hvort það var Ístaka eða einhver annar stór aðili, sko, en þeir voru að tala um það bara, þeir flestum tilfellum að þá eru þeir að leysa út hagnað til þess einmitt að setja inn í verkefni. Þannig að það er ekki alveg, og ég veit að það eru fleiri, eins og þeir sem voru að taka þátt í reitunum á Karlsnesi, þeir voru líka og þeir voru lentu í einhverjum vandræðum líka með því að leysa út hagnaðinn til þess að byrja nýju verkefni. En þeir eru alltaf að leitast eftir því að
fjármagna ný verkefni til þess að fá En betri lán. mikið fer líka bara í enganæslu. Já, en ég meina þannig erum við aftur komin á það persónulega sko, því að hérna, hvenær ertu orðin óhagnaða drifin? Hvenær má vera Sem óhagnaða drifin? einstaklingur. Já. Við erum náttúrulega helst að tala um óhagnadrifið sem fyrirkomulag og sérstaklega sem fyrirkomulag fyrir grunnþjónustuna að vera með óhagnadrifna leigu, óhagnadrifið húsnæði. Samgöngur ættu líka ekki að vera hagnaðadrifnar, þetta er bara grunnstoð í samfélaginu að fólk geti ferðast. Við erum að tala um það, ég er ekki hérna til þess að koma og tala um eitthvað svona hagnaðkröfur eins einstaklings, skilur við. Við erum helst að tala um bara, og sérstaklega hefur opinberað, að þetta sé með að því að vera með þessar öflugu grunnstoðir þannig að samfélagið virki. Já, samfélagið virki. Við sjáum til hvernig það fer. Já. Eitthvað að lokum? Svona almennt séð? Já, á hvað ætti fólk að kjósa þig? Hvað er með kosningaræðina? Kosningaræðuna? Já. Vá, ég var ekki tilbúin að hana fyrir einhvern kappræðinum. Hvernig eru kappræður? Ég held að það hljóta að vera í maí. Ég myndi giska það. Þau eru alltaf frekar stutt í kosningar. Já. Heldur þú pakkið þeim ekki saman? Jú. Kosningaræðan, hvað er með hérna, hvað ég var að segja, að því hvernig þú myndir sjá fyrir þér að hérna... Sko, við sósíalistar viljum bara að kerfið séu öflugt. Við viljum að hlutinir séu einmitt einfaldari og séu skilvirkari. Við viljum að þessu grunnþjónusta sem að borginni skildug að sinna sé gerð bara rétt og einfaldlega, að við séum ekki með þessa áforsmaldandi útvísnarskröfu. Við viljum að almenningssamgöngur séu eigu borgarinnar. Við viljum að borginni sé að sinna vegaviðgerðum og bara göturhreinsun svona eigin gatna. Við viljum að borgin sé að koma að ríkara mæli að því að byggja upp húsnæði sem að án hagnaðarkrafa getum við byggt bara af gæðum og getum líka bara byggt húsnæði sem eru falleg. Og við viljum líka bara að fleiri geti komist inn á leigumarkaðinn og leigumarkaðurinn þurfi ekki að vera svona mikil kvöl fyrir marga. Við viljum hafa áhrif á samfélagið með því að koma til móts í húsnæðismarkaðinum. Þá hefur það áhrif á alla aðra málaflokka. Já, þannig að þið eru sko, ég held ég sé að gera mig grein fyrir mununum á vinstrinu og ykkur. Okay. Þið eru að fara að vera það bara í svona grunn innviðunum nema frá sósíalísku hugsun á meðan vinstrið er meira svona mannréttindaráð Reykjavíkurborgar. Er það ekki út undir ykkur? Mannréttindaráð eru 6 einstaklingar sem að skila lögbundið hlutverki. Það myndi alltaf einhver þurfa að sinna þessu hvort þið er. En það er ekki mannréttindi er ekki ábótavant í öðrum sveitarfélögum, þannig að af hverju finnst þetta ekki skrítið fyrirbæri? Þetta er bara langstærsta sveitarfélagi og þetta er bara lögbundin skylda sem borgin er að sinna. En hefur þið lesið George Orwell? Ég hef lesið George Orwell. Já, hefur Ministry of Love. Mér finnst þetta pínu vera þannig að svona sé ríkisins að sjá svona að láta þig hafa mannréttindi. Þau eru líka bara að koma að málumnum hinsegin fólks, málumnum fatlara að þeirra sjónarmið komið á framfæri í þegar það verður að gera stefnumót sem kemur að þeim hópum. Ok. Þetta er helst það sko. Ertu woke? Hvernig er það? Ég sá þig kippast upp í þessu spurningu. Nei, ég veit ekki að hún er ekki búin að koma upp fyrr og þetta er eina sem ég pæli. Nei, er þetta ok. En ertu svona woke megin í lífinu? Sko, þetta er önnur umræða sem fyrir smá í mig, af því að þetta er búið að afvegalegast. Þetta er orðið eitthvað sem að þetta hugtæki er búið að missa margar skilgreiningar á þessu hugtæki. Mér finnst bara að... Hvernig skilgreinir þú það? Hvernig skilgreini ég það? Ég er ekki með nógu góða skilgreining á því og ég ætla ekki að bæta við nýrri skilgreiningu inn í þetta mengi. En mér finnst bara að líka einmitt, sérstaklega þeir sem að segja, þeir sem að ég myndi ekki skilgreina mig sem woke, ég myndi heldur ekki skilgreina mig sem anti-woke. Ég er í grunninn bara að við leggja áherslu á efnahagslega réttindi og bara réttindi fólks og þetta sé alltaf bara bundið við bara stéttavitund frekar en eitthvað svona einstaklingsskilgreiningar. Af því það er líka bara grunnur fyrir allt annað. Minni tókunismi. Af því líka bara það sem ég finnst svona smá, mögulega samfélagsmiðlum að kenna, en réttinda bara það er stundum orðin smá svona sýndarmennskulegt og það var alltaf bundið við stéttabaráttu, þetta var alltaf bundið við réttinda á vinnumarkaði, það var bundið við að lifa mannsamandi lífi. Ég meina, það voru
sósíalískar og sósíalísk hugsun sem kemur skilur 8 vikna vinnudegi, fæðingarorlofi, ellilífeyrisþegi, þú veist, opinberu heilbrigðiskerfi. Þetta allt bundið við stéttabaráttu, kosningaréttur, þetta allt bundið við það, þú veist, og fókusin þarf að vera þar. Já, svona gamla vóki kannski. Ég veit ekki hvernig það var það. Herðu, Silja Sóley, oddviti sósíalista, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Já, takk fyrir að bjóða mér.